Sæll Helgi og takk fyrir að koma til mín í smá viðtal. Mér langar að spyrja þátt í þessa sýkingu sem út í heimi, herpesveikina. Hvað er að gerast í heiminum? Sko það náttúrulega, þetta ekki að gerast núna. Það eru líklega 70 ár síðan að menn uppgötvuðu þessa herpesveiru. Ég held að það hafi verið í Kentucky í Bandaríkjunum. Og hún hefur verið farið allan heim, hún er stærsta hlutan heiminn ef ég held rétt sko. Og er bara mjög mikið til vandræða þessi veira sko. En eitt af því að hún getur komið upp fyrst mikla stressaðstæður og líklegast hefur það gert á þessu móti þetta á Spáni. En hún er búin að valda töluvert miklum vanda. Hún veldur öndunarfærasýki, hún veldur fósturláti og svo sem er kannski það sem er verst er að hún veldur lömunareinkenni og einkennum frá taugakerfi. Það er eiginlega versta hliðin. Men það eru til bóluefni sem hafa áhrif á öndunarfærin og þetta draga úr tíðni á fósturláti. En það er ekkert sem kemur í veg fyrir hitt, sko, taugaafbrigði, sko. Þannig að þetta fer út í taugarnar? Já, það er verið það og þetta er herpesveira 1, sko, þær eru nú einar 5 þessar herpesveirur og það er svolítið merkilegt, sko, við skulum bara aðeins víkja því að þegar hitarsóttin kom, fengum hana 1998 og fór eins og eldur í sínum all land, eins og flestir muna. Þá man ég það að í kjölfarið var náttúrulega voru menn að reyna að finna út hvaða veira þetta væri og þá man ég að það voru tekið fullt af blóðsýnum og sent erlendis og þá undarlega kom í ljós þá, ef ég maður rétt, að það fundust í 8% af tilfellunum mótefni gegn þessari veiru. Í hrossunum? Já, í sermi íslensku hrossu sem enginn gat skýrt. Já. Og númer 2, við fengum líka herpes 4. Það var alveg bara 70, 80 eða 90%, ég man ekki hvað er. Hvernig þetta stend, það veit ég ekki því að hún hefur ekki komið hingað til lands. Hins vegar þetta er einn af 3 alvarlegustu sjúkdómum sem við megum bara engan veginn fá hingað til lands. Og það er þessi herpesveira, það er inflúensan og það er kverkeitilbólga eða kverka eins og þau kalla Norðurlöndum. Drúsi. Já, og þetta eru bara okkar hættulegustu sjúkdómar. Ég tel voðalega litla líkur á að þetta smitist hingað núna, sérstaklega bara með COVID í huga. Já, það er ekki að ferðast. Það er ekkert að ferðast. En við verðum ekki bara að gera okkur grein fyrir því, Íslendingar, að varnir okkar hafa verið að gefa sig. Það eru staðreyndir og við getum bara bent á veikina sem kom 94, við getum sett hitasóttina, við getum sett frá smitandi augnsjúkdómi sem kom hérna og svo getum við bara talað streptokokkana sem kom 2010, hóstapestina. Og í henni held ég að hún skyldi koma hingað, hóstapestin, sem gerðist og fór útland. Það held ég að geti verið merk þess að við getum fengið kverku því þetta eru hvort tveggja streptokokkasýkingar. Já, þetta er svipað. Þetta er svipað og ég var að viðurkenna það, þetta er hættulegasti sjúkdómur sem getur fengið, sem mesta líkur á að koma hingað. Af því að systir hans kom hérna og þetta megum við bara engan veginn fá. Nei. Hvernig getum við alveg garanterað að varast eins mikið? Það er bara svolítið kæruleysi í gangi stundum þegar menn eru að koma til landsins. Þau eru farin beint upp í hesthús og hanskar eins og ég held að Sigríður Björnsdóttir og ég skrifaði hérna fyrir mörgum árum síðan. Hanskarnir eru mjög hættulegir. Það bannar náttúrulega flyttin reiðtí og annað. En það er engin kontról með hönskunum sem við höfum verið að nota. Nei. Og þeir eru snertiflöturinn og það hefur náttúrulega aldrei verið almennilega rannsakað til hlítar hvað gerðist þarna þegar hóstapestin kom inn. En einhvers staðar hefur það verið og þetta þýðir bara það að varnir okkar, þær eru veikar. Og ef við fáum kverkeitilbólgu hingað til landsins, þá verður ekki gaman að lifa.
Nei. Ég verður að viðurkenna það. Nei, ég hef séð þetta úti, þetta er alveg ógeðslegt. Þetta er ógeðslegt, þetta er svo hræðilegt, sko, hræðileg staða. Já. En hérna, eins og með veikina 2010, það var náttúrulega sett útflutningsbann á okkur. Og Það var bara meðan við vorum að staðfesta hvaða veiki þetta er. Já, En leið og það var gert, þá náttúrulega kom í ljós að þetta voru streptókokkar sem eru út um alla Evrópu. já, þannig að það hefði verið lægi ef að við höfum vitað þetta strax, þetta væri það að halda áfram að flytja út. Já, en menn voru bara ósammála hvernig þetta var. Já. Og svo er eitt, með tilkomu þessa að við fengum þessa streptókokkinga, þá telja menn sem eru í Evrópu að þessi hóstapest og veikindi sem herstarnir íslensku fengu svona 2 upp í mánuði eftir að komu, að hún hafi minnkað mjög, tíðni þessa hóstapestar hafi minnkað mjög mikið í Evrópu. Það þýðir bara að hún hefur komið heim. Já. En aftur, ef að streptókokkurinn komur svona, þá er lang líklegast að við fáum kverkeitribólgu hingað. Þannig að fólk verður að bara, það verður að allra ráða til þess að reyna að koma í fyrir það. Þannig að allir þeir sem er að fá til sín gesti að utan, bannaðum að vera með notahanska. Og kennararnir sem að fara út náttúrulega mánaðarlega þegar þeir mega það, að þeir verða bara ekki að eiga skó á þeim stað sem þeir eru og hanska. Og passa klæðin og svo framvegis. Þannig að þetta verður að gerast. Því einn góða við þetta, þá getum við fengið þetta. Já, og þá gerist eitthvað fyrir stofninn. Það er líklega hvergi í heiminum þar sem þéttleiki hesta er jafn mikill og hér. Og snertifletirnir svo miklir. Við erum með hesthúsakverfi sem þekkist ekki í heiminum. Já. Við erum með mjög tíðar samgöngur allt land og tengsl í öllum tilvikum, keppnum, fara með hryssur undir hesta og svo framvegis. Þannig að hraðinn er svo svakalega mikill að við megum bara ekki fá þetta. Nei. En þú segir að þetta herpesinn tengdi stressi, það er nú bara eins og með þessu fólk eða ekki? Ef að fólk fær herpes, þá eru það álægi og annað. Og þarna út í Ítalíu, út á Spáni, þá var keppni í gangi og þetta er loka stundin í keppninu þegar þetta gýs upp. Hvað með þessi hesta, hvernig er þeim sinnt þegar þeir eru búin að veikjast? Þetta er bara eins og með aðra veirusjúkdóma, það er ef það er lömunareinkenni, þá er bara lítið hægt að gera. Þá er hann bara búinn? Þá er þetta bara búinn. En náttúrulega með, fyrir eftir hvernig þetta snýst út, þetta er bara spørsmál næringu og slíka þjónandi meðferð. Það er engin lækning öðru. Það er engin lækning við þessu. En þessi hestar sem nú eru fullt af hestum sem eru bara fastir þarna á þessu svæði meðan það gengur yfir. Og veistu hvenær það er svona, verður opnað á að leyfa þeim að fara heim? Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því, ég hugsa að sé nú ekki mikið meira en einhverju mánuð, það hlýtur þó að vera lágmark mánuður, Já, þeir eru búin að vera núna næstu í mánuð. Já, ég bara veit ekki alveg hver grensan þar er, En þá voru náttúrulega hestar farnir frá þeim áður en þeir stoppuðu, Já, og þess vegna fóru til Svíþjóðar sem dæmi og út um allan. En með hestaveikina sem kom 2010, þetta er ennþá að koma aðeins upp í hrossunum. Nei, það er bara búið að vera, það kom líklega 2-3 ár, sem var svona minna á þessu, og það er, en nú við erum að sjá stöðugt hestar sem eru að veikjast, þetta eru bara nokkrir hestar, kannski sem hafa ekki verið í einhverju ákveðnu hesthúsi, komnir inn, og svo er þetta er ekki, það næri ekki þessu smitt, tíðni sem að gerði 2018. Nei, 2010 segi. 2010, já. En núna er þetta bara smá og smá og þá er bara stofninn allir góða með þetta eiginlega. Meira og minna og maður gerir ekkert við þessu í dag nema hesturinn verði mikið remrift og gröftur og hiti og hættir að éta, þá grípur maður inn í öðru leyti lætur maður þetta að vera. Þetta var fróðlegt og takk fyrir að segja okkur frá þessu. Það er allir að tala um þetta, hvað þetta geti gert. Já, en það er eins og ég segi, þetta er ekkert nýtt, menn verða alveg átt að segja því, þetta er ekki neitt nýtt, En fólk er hrætt um að þetta komi til Íslands, þá eru við í vondum málum. En minni líkur núna á því
Út af COVID. Út af COVID, en í sambandi við kverkheilbúðuna, systirinn komin og virðist að fara í gegnum varnirnar okkar, þannig að þar verðum við að taka okkur verulega á. Sko, einhverjir sem hafa verið tengslum við hesta eða búkar og það sem kverkheilbúðana eru, þeir verða að taka þetta sko ekki neitt venjulega alvarlega. Herru, takk kærlega fyrir. Já, lítið.